Hvað get ég gert fyrir þig? Þið voru að auglýsa eftir leikritum. Það stemmir. Ertu leikritaskáld? Já, ég er hérna með söngleik sem að ég samdi. Já, söngleik, það er mjög forvitnilegt. Já. Það er ekki margir sem treysta sér til þess að skrifa söngleik. Hvernig söngleikur er þetta? Já, sko, hann gerist á sjó borð í togara sem heitir Glaðværðin R. Já. Þetta er forvitnilegt. Þetta líst mér á. Þetta er raunveruleiki sem allir kannast við. Þetta hljómar mjög vel hjá þér. Ertu búinn að semja tónlistina líka? Já, ég sem sko öll lögin sjálfur og sem sagt, þetta eru svona sjómannaslagarar sem ég... Og hvernig söguþráður er þetta? Jú, þetta sko fjallar ungan mann sem að, já, til dæmis Baltasar Kormákur geti leikið og hérna, sko, hann ræður sig sem háseta borð í togara og hann, sem sagt, kynnist sjómennskunni og þeim erfiðleikum sem að sjómennir eru að búa við og hann svona gengur í gegnum hverja raun með jákvæðni og bjartsýni og sigrast á erfiðleikunum með glaðværð og þannig spilar tónlistin sko stóra rullu og megin þema leikritsins er svona mikilvægi þess að hafa jákvæða hugsun gagnvart lífinu því að þá farnast manni betur. Já, þetta er svona ádeila. Já, það má kannski segja það. En hvernig litist þér á að láta hann vera morðingja? Já. Firtan borgarstrák úr Breiðholtinu, úr drykkfelldri fjölskyldu sem sökum atvinnuleysis neyðist þess að fara á sjóinn. Hann er í eiturlyfjavímu allan tíman og að lokum myrðir hann alla áhöfnina. Já. Nei, nú veit ég. Skipstjórinn misnotaði hann kynferðislega í æsku og hann er þarna bara til að hefna sín og að lokum nauðgar hann skipstjóranum og drepur hann. Já, ég veit nú ekki alveg. Nei, ég skil. Þetta var nú bara svona hugmynd sem ég var með. Já, ég ætlaði nú ekki að hafa þetta neitt með hasar, sko. En hvað með rómantík? Er ykkur ástarsenur í þessu? Jú, sko, hann á kærustu í landi sem hann skrifar reglulega til og semur svona ástarlög til og söknuðurinn eftir henni er eiginlega erfiðasta raunin. En er hann ekkert að runga sér og svona? Nei. Nei. Bara svona hugdetta? Það er sem sagt ekkert kynlíf í þessu hjá þér? Nei. En hvernig væri að láta hann verða ástfanginn borð? Já. Fella hug til kokksins? Já, það er ekki svo galin hugmynd. Það er þá að vera stúlka á hans reki, kannski Steinunn Ólína til dæmis? Nei, það væri bara kall. Kall? Já, kokkurinn væri kall og strákurinn yrði ástfanginn af honum. Hvernig þá? Nú, þeir væri náttúrulega hommar. Flosi Ólafsson geti leikið kokkinn. Ég veit nú ekki alveg, sko... Það byggði upp á mikla möguleika. Sko, ég vil eiginlega hafa, sko, bara söguþráðan eins og hann er. Er eitthvað athugavert í það? Já, við höfum ekki áhuga á þessu. Þetta er alltaf ruddalegt fyrir okkur. Hvað áttu við? Já, svona nauðganir og hommagangur og svona lætið. Þetta er bara alltaf mikið dónaskapur og ógeð. Ég hef ekki áhuga á þessu. Já, en það var ekki ég. Já, ég meina þetta er bara too much. Snáfa út með þetta ógeð hérna. Ég vil ekki sjá svona sorp hérna og bara út með